Ok. Nei, bara. Nei, herru, við þurfum hérna að kupp í gaurinn. Já. Djöðum, ég er bara nýta hérna á play. Erum við live á YouTube? Já. Já. Herru, ætla að gera mig greiða, ætla að senda mér á bara Messenger linkin á YouTube. Ég get gert það. Þá þarf ég ekki alltaf að fara inn á hérna YouTube, það tekur svo langa tíma, þá get ég bara tekið myndaðar hérna. Ok. Ég ætla að hafa Emma fréttir opið. Ok. Það sætur svona. Ok, bara legur á svipinn svona. Ég byrði það bara. Já, ertu búin að setja mér linkin? Já, mann á 50 lóðaspil. Þá ekki til fyrstu. Ok, gegja. Jó, kæri Barta unnandi, það 5. lótan sem hilsar ykkur á fallegum vikudegi. Já, við stafmyndin erum svona rétt að ná í raskandi á okkur. Bara brjála að gera sem við komum frá Þýskalandi og eftir við kíktum aðeins á Interklubbi í Reykjavík og fylgdumst með UFC helgina og bla 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 bla. Það allt í gangi. Endalast að gera. Það endast að gera. Sit don't stop. Nei. Og veistu hvað næstu helgi? Það Buckley, Usman. Já. Eitthvað meira? Eitthvað meira, það Iceboxið. Já. Það Iceboxið og svo hérna Játnun í Reykjavík líka. Já, ok. Á laugardeginum skilst mér. Já, heldur þú að fá eitthvað? Kannski high five eða eitthvað. Það var alltaf gaman, það var eitthvað. Hérna, Davíðrúna var, ef aðeins að hérna fara yfir Iceboxið, að við erum komið með line-up. Já, endilega. Það ekki? Ef að hérna lesa hratt yfir þetta. Það Erika Nótt, mætir Nora Gúslander, sem með 120 bardaga frá Svíþjóð. Svakalega. Hún líka fertug. Já, frétti ég. Einmitt. Ég veit ekki hvar Gúsland Gúslander? Já, hvar Gúsland? Það sé eitthvað bær í Svíþjóð. Já, Gúsland. Jú, alltaf ekki. Herru, William mætir Viktor Soga, Noel Freyr mætir Felix Nýrfors, sem svíi með 40 bardaga undir beltinu. Elmar Gauti mætir Gabriel Marino, Kristoffer Damon frá Æsi mætir Kolla frá VPG. Svo var það Artem Sirukov frá Bóðutýr mætir Arnari. Arnar Geir vantilega frá Þór. Já. Og svo Catsweight Sippi móti Vova. Já, ég þekki ekki alveg Vova. Nei, frá Akranesi. Spurning. Svo betri helmingurinn af Ahara Bíring og Antoni Durett kombónu. Það Antoni Durett móti Viktor Öll frá VPC. Þetta verður áhugavert, ég hlakka til að sjá Antoni. Ég veit náttúrulega ekki alveg hvernig hann ég man ekki, hann keppti náttúrulega á Interklubbinu út í Manchester. Já. Ég man ekki alveg eftir honum, sko, en náttúrulega Viktor búin að standa svo úslega vel undanfarið. Ég held að Antoni sé að debjúa í boxi. Já, einmitt. Þannig að þetta verður, hann mun eiga brattan að sækja. Já, ég hef samt alveg heyrt eitthvað tala um að það sé góður, sko, en þá veit ég ekki hvort það sé þá sem striker eða grappler, sko. Nei. Þannig að það verður áhugavert að sjá hann eitt stórst spurningum fyrir mér, sko. En ég veit að Viktor góður. Já, Viktor. Sannaði sér mjög mikið þarna móti Róberti og Adrian á byggamótinu. Já, hann það. Þannig að hérna, þetta allavega line-upið eins og það birtist okkur núna. Já, alltaf Elmar og Gabriel séu þá main eventið. Alltaf ekki? Já, alltaf ekki. Það verður gaman að sjá hvernig Gabriel svona, þú veist, hann átti góða fyrstulótu. Eða, þú veist, ég held að Elmar hafi mögulega unnið alla lótuna, sko. Já. En hann svona setti Elmar í smá hættu í fyrstulótunni, sko. Já. Svo náttúrulega bara eiginlega sem ég smókaði Elmar hann í setjum tveimur, sko. Þannig að það verður áhugavert að sjá, sko, þú veist, ætlar hann að reyna að koma aðeins rólegra inn í þetta og eða ætlar hann að koma inn með sömu geðviki og bara reyna að taka hann út, eða hvað ætlar hann að gera? Ég held að það sé svolítið erfitt að ætla að eiga bara eitthvað svona teknilegan bardaga við Elmar, sko. Já, Hvort það eini sinnsinn sé bara að setja alla chipsuna á borðið í fyrstu lótu. Bara slaka þetta út. Það svona, ég sé ekki alveg svona, já, hvernig maður á að vinna Elmar, bara á tekni. Nei,
ég held að sé ekki gott að fara svona toe-to-toe tæknibardaði með hann, sko. Nei. Spurning hvort að Gabriel maður að reyna bara að gera þetta dirty. Eitthvað, dirty boxaðan, klínt sér mikið, þreytan, eitthvað svona. En ég spennt fyrir þessu. Það ég búin að hafa mikið að skilabóðum svona Icebox-miðin, keiftur, check. Mér skilst að þetta fá ekki keifti miðar inn á Tix. Jú, alltaf ekki. Það líka bara allir fæturinnir að selja það, þannig að ef þið viljið svona styrkja ykkar manna eða konu í leiðinni, þá var alltaf hægt að heyri þeim, ég held að þessu öll að auðlýsa eitthvað á Instagram og svona. Já, nákvæmlega. Herru, það það inn á Tix, með að vera frá 2.900 krónum, vantanlega í almennu stúkunni. Það er ekki rasket með við gæðin. Nei, og ég mæli alltaf með að fara í betri stúkuna, sko. Það munar alveg, það er mjög skemmtlegri upplifun, sko. Já, ég svo gaman að sko labba fram hjá svona securityinu og tjekka svona hvort þú sést með, þú veist, réttan miða og þú veist, hey, ég er með VIP-ina. Right this way, sir. Ég fæði þarna eitthvað svona kikk út í því, sko. En mér varst mjög gaman, sko, þegar Kolli var að bóksa í Nürnberg, að ég svona horfði á salinn og krátið og svona, krátið var geggjað, en þú veist, Icebox er stærra event. Já. Þannig að maður segir mér eiginlega að Icebox er bara svona stærsta, þú veist, áhugamanna hnefalega mót. Já. Örugglega bara, má ég segja, þú veist, í heiminum. Þú veist hvað var það, sko. Ég hef heyrt þetta vera sagt, sko. Já. Allan eitthvað minnir að vera sagt þetta væri stærsta áhugamanna boxmót í Evrópu. Já. Og kannski eitthvað stærra í Bandaríkjunum eða eitthvað. Já, eftir fyrir kannski eitthvað svona Golden Girl og King of the Ring og eitthvað sem er svona iðnaðamót, skilur svona íþróttamót. Já, sem er svona sjó, sko. Já. Það er alltaf út af því að, þú veist, ef að próf væri leyft, þú veist, þá væri alltaf próf á svona kvöldi. Já, algjörlega. En við Íslendingar, við gerum bara það besta, þú veist, life gives you lemons og allt það. Og við búum til límonaði. Já, nákvæmlega. Og guacamole og eitthvað, alls konar. Herri, hrigalega skemmtilegt. Ég er peppað fyrir Iceboxinu. Já, algjörlega. Já, geggjað. Herru, ég ætla að minna á að þátturinn er sjálfsögðu í boði Minigarsins, heimavelli bardaíþrótta eða stór viðburður framundan á góðum tíma, þá veist hann sýndur í Minigarðinum. Já, næst er náttúrulega Iceboxi verður sýnt í Minigarðinum, þannig að ef þið fáið ekki með þá geta allan hreiðrað ykkur á Minigarðinum og panta ykkur pítsu og helgi ykkur og allt það. Svo er náttúrulega Kate Steele, 5. júlí, líka í Minigarðinum. Það verður sturlustöfning. Fyrsta skipti sem að við sendum fleiri pro fighters heldur en amateur fighters og ekki síðasta skipti nú eru bara allir góðum pro já, þetta er alltaf þróast í rétt átt. Svo auðvitað bara ef þið langar að prófa að æfa bardaíþróttir þá er það Reykjavík með svarið, ný grunnnámskeið í hverju mánuði, kannski aðeins minna núna í sumar, en allar upplýsingar inn á rfkmma.is. Takk til skrefið og byrja að æfa á Viðarfröða 2. Herru, UFC 316 varum helgina. Horfður á það live eða? Ég horfði á það sem ég gatt, svo var ég orðinn svolítið sleepy. Já, ég sofnaði yfir því svona undir sæng, svona upp í rúmi, svona lítill kuðungur. Þannig að nei, svo kláraði að horfa bara daginn eftir. En sko, það voru margir sem voru búin að vera á Sjón- og mælilestinni, þar meðal við tveir. Og eiginlega bara allir. Mér fannst allir vera að tala um Sjón, sko. Já, og það er þetta bara wishful thinking. Er þetta eitthvað svona, þú kemur svona á netið og ert eitthvað svona, herru, ég er hættur að runga mér, ég er ekki bara að runga mér í hálft ár og bara, þetta er guð sem vinnur bara það. Ég er bara að taka til lífið mínu, ég ætla ekki að lita mér hárið, þú veist, ég er orðinn fjölskyldumaður. Var maður að lesa svo mikið inn í svona hluti eða? Ég veit það ekki, ég er náttúrulega, þú veist, þetta er allt plúsar fyrir Sjón og Mæli og alveg, þú veist, maður skilur alveg að það sé lesið inn í þetta, hann sé svolítið svona, þú veist, með meiri fókus núna en nokkuð sem hann áður. Já. En ég held að það sem að koma öllum óvart bara, hvað mér er bara búin að taka bara eitthvað skref fram á í striking. Af því hann var bara með hann í striking og var bara, þú veist, hann skýtur ekki neitt takedownið hann í fyrstu lótinni, hann vinnur hann bara á striking. Já. Þú veist, meira með litla hendurna sinna á móti, Sjón og Mæli með alla sem faðm. Já. Og Mæli bara næri ekki að snerta hann og hann er bara að vera klokkaðar hægri vinstri og það var óslega skrítið að sjá og þegar einhvern veginn, þú veist, maður átti vona á svona ýmsum dýnamíkum svona komið inn á bardaga en ég átti ekki vona á bara meira verið bara eitthvað að písa hann upp á fótunum, sko. Nei, eiginlega, ég samanlega, sko. Mér var svona, meira verið búin að ná svo miklum framförum, þú veist, eins og þú segir, með T-Rex hendurnar sínar, en samt einhvern veginn, þú veist, að klokka Sjón og Mæli meira heldur hann og lenda þyngra einhvern veginn. En ég held að það hafi samt verið, þú veist, rétt metið hjá okkur í uppbytunarþáttunum að
Sean O'Malley ætlaði alveg að fara í bottíð og þú veist, reyna að slökka svolítið á þessum gastanki sko. Svona virkaði misvel að því að þú veist, þegar hann fór og gaf hann kannski beina hægri í sokkin að þá bara flurry up top þegar þú veist, þegar hann var að koma upp þá var meira mættur það bara svingandi vilt sko. Og já, og snertan helling sko. Þannig að maður horfður svona mikið á á svona Mæli og var svona að pæla hvað hann var búinn að bæta mikið í fellivarnir og eitthvað. Svo kom hann bara meira upp inn í búrið og var bara að bæta sér miklu meira heldur en svona Mæli. Svona heilt yfir. Og þá held ég að gameplanin að Sean hafi kannski, þú kom á hann óvart og þá var hann alltaf bara, hey fuck maður, ég þarf bara að díla við þetta striking, fattur, hann náði aldrei einhvern veginn að koma svona, þú veist, náði aldrei implementa sitt, þú veist, hann var bara einhvern veginn þá farin að verjast. Maður tók alveg eftir að hann committaði aldrei nógu mikið í neina ára sér. Hann reyndi bara eitthvað svona að tjabba sér og svo halda sér safe og þú veist, hann var ekki að taka þessi svo stóru sveiflur sem maður þekkir hann fyrir, sko. Nei. Þú veist, það var aldrei neitt eitthvað svona högg sem að setti allt í. Þú veist, það var bara eitthvað svona smá. Þannig að svona, þetta var aðeins of safe. Það var svona, meðan það bæði hjá Sean og eiginlega hjá Julian Peña, þar sem að þeir svona, með gameplan sem svona, ég ætla ekki að tapa gameplan. Já. En það var endar aldrei á, þú veist, hann var aldrei líklegur til að vera að fara að vinna hana bara það. Nei. Hann ætlaði bara ekki að vera tekið niður og ætlaði ekki að tapa. Og svona svipað hjá Julian Peña. Þau voru bæði í ykkur svona gastank pælingum held ég. En þú veist, þriðjulóti sigur með North-South choke fyrir mér allir búin að gera grín á hann að hann væri ekki finisher og að hann væri ekki submission threat og Já, með þess að lýsendin segi þetta bara rétt áður en að subbar hann hann getur alveg gefið á sig bakið Merab er ekkert submission threat. Nei, nákvæmlega. Það er ekki bara, þú veist, kommentið, hún er bara hann getur gefið af sig bakið því að þú veist, hann er ekki submission threat, menn svona þannig að þú veist, já mér finnst eiginlega Merab svona setti helling svona respekt að þú veist, hann er á svakalegri sigringu og hann er núna bara góður í leið með að verða bara þessi all-time bantamweight great sem við erum bara að bíða eftir. Ég held að hann á orðið það þarna helgina sko. Ég held að, og þú veist, svo er hann að kalla eftir því að fá að berjast við Corey Sandhagen. Ef hann vinnur Corey Sandhagen er ekki það loksins komin svona gaur svona. Já, hann er bara búin að klína út deildina bara. Já. Þá er enginn, þú veist. Ég veit enginn eftir. Nei. Og Merab vildi meina að Aljamain Sterling væri betri en Sean O'Malley og hann hefði bara verið óhefinn. Já, Aljamain Sterling var náttúrulega kallað Sean O'Malley út eftir þetta sko. Segist vilja mæta honum aftur og hann hefði bara verið 50% síðast og eitthvað. Já, sem ég kaupa alveg. Já. En ég held að Sean O'Malley sé að fara upp, sko. Upp í featherweight. Já. Það er ógeðslega margir búin að tala um það sko. Og sérstaklega tala um það sko, veist, ef hann tapar þessu að þá sé bara svona lógist skref og fara upp í featherweight. Já. Væri það sniðugt hérna? Nú veit ég ekki. Ég er bara, þú veist, hann er kannski búin að, þú veist, sjá að hann er ekki að fara að vera champion þarna aftur. Það er þannig erfið en að segja það. Kannski sé hann svona meiri sens á því að fara upp, sko. Það er náttúrulega mætir hann Volkanovski. Það er samt svona gammal Volkanovski, kannski sér hann aðeins svona, sér hann eitthvað tækifæri þar, sko. Gæti verið. Já. Svo er náttúrulega spurning hverju verður hann á toppnum svona á næstunni, sko. Það er náttúrulega, má svo eflaga Diego Lopez og Jair Rodríguez og þú veist, það er svona margi gaurar þarna, núna í featherweight. Já. Og Gene Silva fyrir að tegja sig hann upp líka. Ég sá einmitt Gene Silva orðaðan við Sean O'Malley, sko, ef myndi færa sig upp. Það er náttúrulega trillti fucking fight, sko. Það er rosalegt. Ég sko, mér finnst bara einhvern veginn, Sean O'Malley einhvern veginn, hún vanhagar svo mikið, sko, í glímunni. Og ég svona, ég veit ekki alveg hvað ég get sett hann. Var hann kannski bara heppinn að hafa verið orðið champion? Já, það er náttúrulega það sem allir gagnrýnir að segja, sko, að UFC hafi bara búið til og svona þægilega leið á titlinum og svona. En ég veit ekki, hann er náttúrulega geggjaður og hann kemur alltaf með eitthvað geggjað, þú veist, og highlight-rílega þessu geðskemmtilegt og það er allt skemmtilegt við hann að gæja, en þú veist, allan að svona glími vel eins og Merab virðist vera bara kryptonite fyrir hann. Þannig ég sé ekki fyrir mér að hann sé eitthvað að vinna sig upp á öðru titlisótti. Og svo taka titilina Merab eftir ára eða 2, fattur ég svona sé ekki alveg fyrir mér. Nei, ég er alveg til að sammála, sko, en mér finnst eins og hann muni lenda í svona svipuð vandræðum ef hann fer upp í featherweight. Þá sé ég alveg svona, þú veist, mjög góði strækjarar þarna. Já.
og svona glímugæjar sem getur bara svona, herri, mér gengur ítla í stæðingi. Sko, það væri geggjað ef að hann fengi bardaði Jair Rodríguez í featherweight
Ég skil. Ég var svona smá pirraður út í hann, sko. Ástu? Það ég er búin að, ég reynda sko, ég ákvað að setja Gastelum á parlay bara út af því að, þú veist, ég vissi hann hefði alveg, þú veist, gæti alveg staði í honum og þú veist, það gæti alveg gest og hann var mikil underdog. Ég náttúrulega fílaði að betta á underdoginn, sko. En Joe Pfeiffer, þú veist, ég er búin að vera að segja það bara síðan hann barðist fyrst, bara, þú veist, þetta er future champion, sko. Já. Ég var svona smá pirraður út í hann að hafa bara ekki lagt aðeins meira á sig í þessum barða. Já. Hann kýldi svo lítið, þú veist, hann hefði alveg getað að róta Gastelum meðan hann hefði virkilega reynda, sko. Ef hann hefði virkilega viljað það, sko, það hefði hann gert það, sko. Sko, UFC stat síðan er eitthvað að stríða mér, þannig ég kemst ekki, ég vanlega, sko, þess að gaman að fara inn og skoða stötsin, sko. Já. En, hann ekki með þetta. En hann kýldi ekki sitt í fyrst lótu og hann var alltaf bara einhvern veginn svona að bíða eftir að bara svona, þú veist, sveifla hægri hendinni. Já. Bara svona finna fullkomna tímnæssetninguna fyrir það. Já. Þú veist, og það var ekki nema kannski 2-3 sem hann reyndi það og þú veist, lendi einhverjum höggum, en þú veist. Í rauninni gerist það lítið, þú veist, Kevin Gastelum hittir 8 móti 21 frá Joe Pfeiffer, önnurlóta 11 móti 17 sem að, þú veist, hitta, svo þriðju 14 móti 19. Það er ekkert mikið að frétta þetta, sko. Nei. En þetta er svona algjörða bombur. Já, Þú hann veist, þeir eru bara- kýldi alltaf rosalega fast. Þeir eru eiginlega svona sem ég bara að skiptast á að bomba í hvernig annars. Með svona, já. En mér svona, ég veit það ekki, mér finnst það kannski svona leifa annar lúti að vera svona aðeins of jöfn, sko. Já. Með að við, þú veist, sterkar fyrstu lúti. Já. Og gefið þetta var svona hans tækifæri til að skína. Já, nákvæmlega. Þannig að, Hann átti að taka allar þessar lótur bara samfarið og þú veist, og jáfnvel rótan, sko. En Já. þú veist, Saldi Amato gefur hann allar 3 lútunar. já, en einu tveir gefa Gastelum lótið. Þannig að svona, þú veist, ég veit það ekki. Já, ef hann langaði að sína að hann væri einhver future contender og future champions, þá var þetta ekki rétt að leiðin til að fara að því, sko. Nei, ég er alveg samanlegar. Hann er orðin rangt eða ekki? Joe Pfeiffer. Já, alltaf það ekki. Eitthvað í middleweight. Já. Nei, En ekki orðin reynd ennþá. nei. Nei. Kannski, já, hann getur dottað á lista með góða finnis í þannig, sko. Nákvæmlega. Og svona, Hann er á leiðinni nátt ranking, sko. já. En bara, ég veit ekki, kannski var hann ofrættur við það að þú veist, síðast að hann fekk eitthvað svona almennilegt test, þú veist, þá mætti hann hann Hermansson tapaði því. Kannski hann væri bara ómikið bara svona, ég ætla ekki að tapa. Já, Frekar en ég ætla að rústa. Já. Það vantaði þetta. Mér líður svona eins og að, þú veist, ef þú svona setur peysið á hann, og ekki, þú veist, og bara passar á þessum Sveiflum. sveiflum, sem hægri yfirhandar sveiflum, þá líður mér svona eins og þú getur grændað niður. Já. Eins og, þú veist, ef hann myndi mæta bara, þú veist, nú er í 15. sæti, Abus Magomedov og hann Joe Pfeiffer. Ég held að ég myndi tippa á Abus. Aha. Já. Það var ekkert ósennilegt, sko. Ég held hann svona, ég kannski farna þess aftur með mínu skoðun að þetta sé future champ, sko. Já. Maður sá bara einhver róttök hérna snemma á UFC-föllinum og maður svona dálítið svolítið að því kannski. Já. Svo, já, bara á erfitt með Hermansson og á erfitt með Gastelum, einhver svona gæði sem eru rétt fyrir utan top 15, sko. Þannig að, þú veist, að setja hann á móti Hermansson á sín tíma, það var svo allt of bratt. Það var ekki, þú veist, annar UFC-fættin hans eða eitthvað. Og hann er bara mættur eitthvað á móti Hermansson, Jack Hermansson. Það var svo allt of bratt fyrir hann. Mér varst eins og það var bara einhvern veginn, þú veist. Já. Já, mitt. Það var nú einhver fjórði eða eitthvað. Nú, já. En samt, jú, það, en ég átti vonað að það myndi bara smóka Hermansson, sko. Já, það. Já. Já, það hefur eitthvað verið furðulega mitt. En ég ætla að fá að sjáta á þetta á hann Heiður okkar, sem var náttúrulega, var lengi með okkur í þættinum. Hann veit með hann hafi kollað þetta Kayla Harrison Amanda Nunes dæmi. Fyrir svona 8 mánuðum. Og við höfum verið gett svona neikvæði með það, ekki trúa á hann. Að hún myndi snúa tilbaka? Já, Kayla Harrison er champ og þá myndi Amanda Nunes snúa tilbaka. Er ekki bara allir búin að vera á því? Bara... Já, það vildi meina hann að vera bara eitthvað svona Nostradamus skilur og sé þetta í stjórnum fyrir langa og droppa þessu og við höfum verið bara, nei. Já, ég er alveg búin að vera á þessu líka, sko. Já. Þannig að Heiður hafa plantað þessu fræði, sko. Já. Getur verið. En já, þetta er alveg svona, þetta er búið að liggja í loftinu, lengi. Bara frá því að Kayla Harrison skrifa undir. Já. Þá hefur þetta verið svona... Að það er mætist? Já. En þú veist, er einhver bardagi sem þú sér fyrir Joe Pfeiffer í, sem að,
sem að þú ert virkilega spenntur fyrir? Joe Pfeiffer, Já, Joe Pfeiffer á móti hverjum? Bo Nickel. Já. Nefnilega hann sagði í viðtali eitthvað, þú veist, þarna var eitthvað gagnrýni að hann hefði ekki unnið Hermansson, sko, þú veist, hann hefði mætt bara virkilega erfiðan gaur og þú veist, tapað og þú veist, tapaði á ákvörðun, menn að þú veist, Bo Nickel, það var alveg fraud check, þú veist, hann kláraður og eitthvað svona. Já. Þannig að hann var alveg að skjóta svolítið á Bo Nickel í aðdraganda að þessum bardaga. Já. Þannig að mér veist klálega, ég meina, ef það er eitthvað að rífa kjaftan hvern annan, bara endilega að fara í búrið og hérna, sína okkur. Já. Ég hugsa að ég myndi mögulega setja á Bo Nickel. Aha. Já. Bo Nickel var akkurat maður til að geta eitt svona fjarka, sko, og fucking steinrótast. Já. En ég held að glíman hans Bo Nickel væri svona akkurat eitthvað sem að Joe Pfeiffer gæti ekki díla við. Já, getur verið. Já, mér finnst það góður fætt. Já. En gefum kastunum, bara búinn. Já, eða veist, það er ekkert að fara að gera Eitthvað til að tala sko. Nei, en ekki bara góður á okkur svona. Kannski ef hann vill bara pick up hana paycheck og þú veist, þá má hann berjast aftur ef hann vill, sko, en það er ekkert eitthvað. Nei. Hann er ekkert að fara eitthvað aftur upp á topp, sko. Nei. Við þannig einhvern veginn bara skugginu sjálfum sér og ég veit ekki alveg. Já, hans bestu dagar eru fyrir aftan hann, sko. Já. Það er alveg klármál. Já, þeir eru liðnir. Herru, Patsy Mix. Já, sko. Goddammit, fucking Patsy Mix. Ég var svo fucking... Ég keipti þetta hype svo mikið, sko. Já. Hvað er að þér? Nei, þú veist, það voru bara allir á netinu. Bara, Patsy Mix, hann er svo góður, maður. Og svo Patsy Mix bara, I'm gonna submit him. Bara eitthvað, ég ætla að submitta hann, ég ætla að submitta gaurinn sem er að kenna um jiu-jitsu. I'm gonna submit the whole crew. Og eitthvað, og maður bara eitthvað, fuck, ég trúi þér, ok, let's go. Og líka, þú veist, maður hafa komið smá bíf í Mario Batista eftir Aldo bardagan, sko. Já. Þannig að maður var bara gett tilbúin og MMA guru búin að setja sko $10,000 hit át on Mario Batista. Þú ekki búin að heyra það? Nei. Hann bara, þú veist, hann var bara að setja hit á hann eftir Aldo, sko. Og sagði samt, þú veist, innan, þú veist, búrsins, það verður að vera í búrinu, það verður að vera UFC bardagi, taka það fram, sko. En bara fyrsti maðurinn sem bara getur bara skilið Mario Batista frá vitund sinni, $10,000 frá MMA guru. Þannig að ég held að Patsy Mix væri gæðin til að gera það og ég held að myndi ná late submission í þessum bara það. Já. En hvernig ætlar það fucking submit hann ef þú skýtur ekki neina fellu og þú veist, hann stóð bara hann, bara human punching bag. Hann gerði ekki neitt, hann lét bara kýla sig, stóð bara grafkjör og lét kýla sig. Já. Hvað var að frétta? Hvernig ætlar það submit hann þannig? Hvað er að frétta? Þú veist, það er eins og hann hafi bara frosið, fattar þú? Já. Það er eins og hann hafi bara verið bara starstruck og bara, þú veist, það hefði bara ómikið fyrir hann og gæðin bara fraus. Já. Það er svolítið það sem að þetta leit út fyrir að vera, sko. Sko, Mario Batista hérna var hann sjámanlega svolítið þreyttur undir lokinn, en hann er með sko 302 skráð significant strike. Já. Þess að attempted, skilur við. Já. Hann er með adjust output. Patsy Mix reyndar með 304, en hitti tölvöld minna, sko. Já, hitti ekki. Já, bara... Það er ekki með að við hvað hann var að fucking geta, sko. En sko, hversu arsnalega leið þér? Mjög. Af því að, veist, ég var með svo skemmtileg parleis lifandi, sko. Ég var búin að hitta einn á þessi by KO og þessi í þriðjulótu og svo var ég með, þú veist, Patsy þarna að fuck upp öllu, sko. Það var allt lifandi að koma að fucking Patsy, sko. Það var bara svo skemmtilegt betting kvöld, sko. Ég enda á að græða ekki neitt pening, en það var samt bara, þú veist, þessar 150 eurur sem ég tapaði á þessu kvöldi voru alveg vel þess virði, sko. Bara út af þetta var skemmtilegt, sko. Já. En þetta klúraðist allt hann á Patsy Mix, maður. Það fóru einhver nokkur parleis hana. Já. Ætlar að kaupa þér miða á næstu Hypelist? Já, örugglega. Sko, mér leið svo vel. En ég ætla að púra ára hitt á Patsy Mix. Já, hvað áttu mikið binning? Hvað áttu þetta mikið hitt á? Það er hérna vefja á prepparnum fyrir hvern sem getur hérna. Klára Patsy Mix í búrinu. Nála, já. Mér fannst það svo borðleikandi, ég var alveg hissa að Mario Batista væri underdog. Svona eftir að ekki, já, einmitt. Að því að mér finnst bara að Mario Batista vera akkurat gæinn sem var svona finnur leiðina til að vinna hann. Hann er crafty, hann er ógeðslega óvinsæll. Mér finnst það alltaf jafn fyndið. Já, það er bara út að hann fór svo illa með Aldo. Já. Og það er bara elskallar Aldo svo mikið. Ég veit. Allir nema UFC einhvern veginn. Já. Mér líður svona eins og UFC svo ég drullu saman með Aldo. Þeir eru bara drullu saman með alla. Já, þú veist, kannski. Þeir eru ekki græða sömu pay-per-view points á honum í dag og þá var hann bara
aukaðri, eða ekki? Jú, var það ekki máli? Dana White og þeir eru soulless bastards. Nei, Já. joke. Fucking. Sorry, Dana. Já, eins gott maður, við erum alltaf að reyna að vera meira og meira í UFC-blaðamenn, þannig að við meðum ekki rakka á niður og mikið. Nei, þetta var notað gegn mér í daginn. Já, nákvæmlega. Þannig að, sko, það var einhver að segja sem var mjög grimmur út í Patty Mix, ef hann tapar öðrum í UFC, þá er hann Fuck him. Já. Ég segi bara fuck him, bara má fokka sér þessi gæði, sko. Ertu svona reiður út af peningli sem hann tapaðir, eða ertu svona reiður út í Patty Mix? Bara, er hann í alvörunni bara... Nei, ég er ekkert reiður maður, ég er bara mér að kenna að vera svona villus að betta á einhvern gauð sem ég þekki ekki. Samanlega. Bara, en samt svona, að þú veist, come on, gerðu allan eitthvað, reyndu eitthvað, ekki bara standa að eins og einhver human punching bag og láta kýla þig, þú veist, ég veit það ekki, mér fannst bara eins og hann ætti ekki heima þarna. Nei, sko, mér finnst alltaf, sko, þegar kemur eitthvað svona nýr gæi inn í UFC, debutar á pay-per-viewi, main card og með almennilega anstæðingar móti sér, það er ég bara, þetta er ekki gott, sko. Þannig að ef hann hefði verið geggjaður og gert eitthvað, þá bara, þú veist, að hlutabrifin hans rokið við verðið, sko. En svona, að þú gerir það ekki, þá ertu bara svona, já, ekki neitt. Greiði í kallinn. Já, það verður áhugavert að sjá hann næst, hvort hann, þú veist, hvort þetta hefði bara verið eitthvað svona ómikla taugar og hann hefði bara smá fríkað út og frosið, eða hvort hann geti bara ekki neitt og hvort þetta sé bara alltaf hátt level fyrir hann. Já, það er svona það, sko. Mario Bautista, hann er ekki rankaður eins og er það? Ekki? Jú, það lítur að vera. Hann er nummer 10. Já, það. Já, þarna er hann maður. Já, geðveikt. Hann getur alveg gert góða hluti, sko. Alltaf vera að para saman við Marlon Vera. Já. Mér líður líka eins og hann getur stúta Marlon Vera. Já, ég held það. En mér finnst líka eins og Patty Mix hafi verið pínu svona found out bara í fyrsta barðaðin sínum. En það var alltaf bara, þú veist, alltaf þegar Patty Mix var að streika, fór hann bara hátt upp með hanskana og það lendi allt í hönskunum hann. Hans Mario Bautista. Bara ekki verið með hendina úti, ekki verið með neitt, bara tökka hann hérna niður, uppi höfuð þær. Og það var bara lustin á öllu. Já, ég segi bara láta hann berjast hérna Marlon Vera næst. Ég held að það sé skemmtileg fætt, sko. Já, ég er svona tildulega samanlega, sko. Geðveikt. Við gefa hérna, sko, er Kevin Holland Íslandsvinnur eða er hann Íslands óvinnur? Hann er Íslandsvinnur, eða ekki? Já. Hann og Gunni sé bara góður vinnir, sko. Já, eða ekki. Þannig að það er hérna sigurinn gegn Ponzinibbio, Rótegi gegn Ponzinibbio, vegur meira heldur en sigurinn á Gunna. Já, það var líka, þú veist, það er ekki eins og það hefur verið eitthvað svona bad blood hjá Gunna og Holland, þú veist, það var bara svona, þeir voru bara, þú veist, spenntir fyrir að mæta hvernig öðrum og þú veist, þau hafa ekkert orðið eitthvað svona, þú veist, það var ekkert bíf eða neitt þannig. Og þú veist, og Gunni hafi tapað, þá erum við ekkert eitthvað reiður út í hann. Nei. Ég er alveg ekkert reiður út í hann, sko. Nei, mér finnst Kevin Holland var ógeðslega góður. Mér finnst hann miklu betri, þú veist, heldur en þessi Kevin Holland sem mætti Kamsat og var bara eitthvað í bullinu, sko, bara að taka alla fæta og eitthvað. Mér finnst bara Kevin Holland var bara að ná svo miklum framförum að bara, þú veist, ég er ekkert hissa þótt að hann myndi sækja sér belti, sko. Já, það verður erfitt en jú, þú veist, hann á heima þarna á top 15, hann er nú komin inn á top 15. Hann á klálega heima þar og getur alveg unni fullt af barnum í toppartinu, sko. Djöðl var hann stór inn í búrinu. Ég veit það. Ég haf bara djöðl hann stór. Hann er svo ógeðislega stór, hann er svo góður welterweight. Hann er svona meðalgóður middleweight, eða bara below jafnvel. En sem welterweight er hann bara geggjaður. Já, einmitt. Hann getur ekki góða hluti hana. Já. En Vincent Luque er alltaf alveg, sko, þú veist, með svona alveg búinn. Já. Hann er hægur, það er búið að kýla hundin úr honum, ég sem veit ekki alveg. Nei, ég sé hann ekki detta aftur inn og, þú veist, hann missir sætið sitt í rankings þarna. Já, 100%. Og ég sé ekki fyrir mér hann sé að fara að vinna þessu aftur upp. Nei. Ég held ekki. Nei, 100%. Ég held sé svolítið svona, þú veist, ef hann er að fara að halda áfram að berjast þá er það bara til að græða peninga, held ég. Já. En það er annað hvort að halda áfram með hérna, matarásin sína á YouTube. Þeir eru allir með eitthvað þannig maður. Já. Missing Weight with Kevin Castellum. Það er bara annar hvort maður kom með eitthvað cooking dæmi. Já. Er ekki Volkanovski líka með matarásin? Já, fullt aðeins maður. Já. Vincent Luque með svona eitthvað brasilíska matgerð minni mig. Já, nice. Þetta er geðveikt. Ef þú fengir drauma viðureign fyrir Kevin Holland í velterweightinu, hvað viltu para við?
Ég veit það ekki. Það er fullt að setja saman. Hvað með Carlos Prates? Hvað er núna Carlos Prates? Tveir svona gauðar með langar hendur og sem eru til í að svolítið slaka út. Ekki? Já, ég til í það sko. Carlos Prates svolítið svona, jú, já, ég til í það. Ekki? Lega Carlos Prates í 13. sæti þannig að þeir strega svona. Já, þeir eiga samleið. Já, þeir eiga samleið. Ég ætti náttúrulega bara að vinna við þetta. Matchmaking. Ha. Já, veistu kannski aðeins bara. Joe Pfeiffer Bonical, það var gott. Já. Þetta er gott. Þetta er bara off the top of my head, sko. Já. Pældi ég smá tíma. Já. Ef þú fengir bækurnar í hennar og svona, já. 100%. Ég ætla að rappa þessum UFC-kafla en minna fólk á að þátturinn líka í bóði Unbroken, Real Time Recovery, frjálsfljótandi aminosýrur unnar úr norskum laxi. Þeir sem æfa mikið og æfa hart ættu ekki að hika við að prófa Unbroken og ég fæli að þú bara byggi í stúdíónu og þá finnst þér gott að sutra Unbroken. Það er ekkert hverjum degi maður. Já, þetta er geðveikt sko. Já. Ég það geta bara strax byrja bara að dæla í sig einhverjum prótínum og eitthvað, beint við það einhverju, þetta er geðveikt. Hámarka svo árangri með og velja með Yngling fæðibótavörum, Shilajit, náttúrulega styrabústerar og sveppablöndur. Varamánaðarins er Kraftur sem er eini íslenski styrabústirinn. Bara bland af öllu þessu All the good stuff. Yeah. Beint í pungin. Nei ekki? Ég veit ekki hvað það færi beint í pungin að þér. Beint í pungin. Það er ekki slagurðið. Kannski ætti að leifa þér að matchmaka og sjá slagurinn. Ég veit. En við minnum á að þú var 50% afslátt með kóðanum 5. lotan við checkout á yngling.is. Yes sir. Þannig að að gera að kíkja. Það eru Lionsmane og allt þetta góða stöf. All the good stuff. Samt, ég get ekki alveg leiftur að kveðja UFC 316 alveg strax sko, prelims prisin á inni smá monolog sko. Sko, það var náttúrulega sko, Joshua var með geggjarótök, Asmod Musakanov geggjarótök og svo var geggjarótök hjá Kórugæðunum Joe Sang-yo. Bara, ég held að það veri bara fyrsta höggi í barndaganum eða eitthvað. Já, checkleft bara perfect. Gjössanlega perfect, gæðin stinnrótaði sko. Svo magna hvernig menn ná að setja mikið kraft í svona högg sko. Það var svo fallegt sko, þetta er einhver motherfucker. Eða sko, þú þarft ekki mikið kraft ef þú hittir vel. Nei, nákvæmlega. Þetta var bara money on the chin. Það er bara geðveikt sko. Þetta var enda geggja. Og hann sagðist að koma með beltið heim til Suður Kóreu. Ég trúi honum. Ég trúi honum. Svo var nýji sænski UFC barndagamaðurinn Andreas Gustafsson. Hann fucking smókaði Chaos Williams bara á keðin og bara fucking hann bara hjólaði í hann og Chaos Williams bara hann lenti bara í hvirfilbyl sko. Þetta var ótrúlegt. Chaos Williams tekur hann barndag með stundum fyrir það fær held ég eitthvað 2 vikur sko fekk viku fyrir barndag sem áttu að vera síðustu viku svo hann frestað þannig held hann hafði ekki sparrað mikið eða getur komið sér í eitthvað top form sko en hann sá aldrei til sólar greið. Nei, bara alveg svakalegt pressur frá Andreas Gustafsson. Þetta áttu að vera fyrstu gæðin sem myndi verið með debut-batterið. Já, einmitt. Þannig að það er til eitthvað svona þegar nú er komið svona trading card game fyrir UFC og þannig að trading batterið fer á eitthvað svona spjald sem þú átti geta býtt á og svona. Þannig að þú getur átt svona Andreas Gustafsson debut spjaldið. Svona eins og rookie cards í baseball. Já, einmitt. Nákvæmlega, saman fyrirtæki. Búa til eitthvað svona þengur þessi. Já. Sem er Varst þú aldrei með svona fótboltaspil og hvað gamla það? Jú, ég átti svona fótboltaspil og bara með eitthvað Magic og eitthvað nördastöf. Já, ég átti alltaf ógeðslega mikið af Pokémon og svo verið Magic. Spilaði mikið Magic á sínum tíma sko. Fór nokkuð Grand Prix Danmörku og velkomin í nörda podcasti í bóði Nexus. Ég spilaði Pokémon líka sko. Ég Pokémon mjög skemmtilegt sko. Og spila sjálf spilið sko. Ég þátti ekki krakkarna sem voru bara að safna Pokémon og spjöldum af því bara. Ég bara fucking lúðarni, spilið fucking spilið sko. Já, nákvæmlega. En svo Pokémon spilið svona frekar leiðilegt í mínum Pokémon sko. Aha, ég dyrka það sko. Þegar þú byrjar að spila Magic sko, það tekur maður í the real stuff sko. Ég var alltaf bara barn á þessum tíma sko. Já. Hvernig vittu þú því Pokémon og það? Þú varst ekki að spila út í spil og eitthvað sem bara slippery slope sko. Já, nákvæmlega. Þetta er svona Magic, það er gott. Náði ég valda á hvort þess að kosta eitthvað að heilla þig þessa helgina. Hann og Sergei Spivak fóru í fucking stríð sko. Þetta var bengar hjá þeim sko. Ég ætla eftir að segja, ég sofnaði yfir
bara rétt fyrir þessum barða. Það var nefnilega skemmtileg fætt, sko. Þú veist, þetta var alveg, sko, mér fannst þeirra Spivak vinna þetta, sko. Ég skil svona, hvort sem Kosta var kannski yfir á strike-countinu, en mér fannst svona einhver höggarna sem að voru lenda svona þingri högg frá Spivak sem mér fannst svona hann hefði kannski mögulega átt að skilja lótuna, sko, þannig að ég svona átti vona að hann sigurverðarinn, sko. Já. En þetta var banger, maður. Þetta þeir voru bara gá allt í þetta, sko. Ég held ég að sopna sko akkurat þegar þeir eru svona labba inn og svona aðeins byrjar að knúsast og eitthvað, eða þú veist, treyta ykkur höggum. Já. En sterkur sigur fyrir Cortés og Costa samt, ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið eitthvað rána eða eitthvað, þú veist, það var bara jafnfætt, sko. Jafnfætt. En sterkur sigur Sergei Spivak, sko. Þannig að, já, við kannski hættum að heita svona mikið á hann. Nei, ok. Ég mun aldrei hætta. Ég bíð eftir að hann að Costa. Já, hann fær náttúrulega stóran fætt næst, sko. Það alveg klárt mál, þú veist, með þennan sigur núna, þú veist, þá hlýtur hann að fá eitthvað stórt næst, sko. Já, einhverja fokkin lóta, please. Nei, hann er flottur með þér. Nei, hann er ekki flottur. Hann verður frótcheckaður, von bráðar. Já, við höfum allan þannig. Þú segir það? Já, herri, það var Interclub Já. í Reykjavík helgina. Við mættum þar, streyndum og lýstum, þannig að það heyrðist ekki. Reyndum. Við gerðum okkar besta. Við lýstum þessu mjög vel fyrir hvort öðrum. Já, mér varst það geðveikt gaman. Já. En það fekk enginn að heyra þetta. Það var... Á rétt lokin sem heyrðist eitthvað í okkur. Já. Það var svona smá bergmál í því. Já, bergmál í því og eitthvað vesen, sko. En Interclubið var geggjað. Ég elska að horfa á þessu ungu stráka reyna fyrir sér í Interclubinu. Já. Og stelpu. Ein stelpa. Ég verð að taka hattinn ofan fyrir henni. Bara, þú veist, hversu grjóthörð þarf fokkin 15 ára stelpa, hvað sem hún er gömul, að vera. Til að fara bara að keppa MMA á móti bara gaurum. Við erum bara eina stelpanna og bara, ég skal bara berjast við menn. Grjóthörð. Ok, Hvað er Sigríður eitthvað? Sigríður Lind? Eða ekki? Já, einmitt. Sigríður Lind tók við MMA við eitthvað móti Loga Andersen sem er nú ekki alveg karlmaður, sko. Við múum aðeins slaka á, sko. En hún stóð sér vel, sko, að þetta er annars sem hún keppir, sko. Hún Sigríður úr Mjölni. Og ég held að þessi bróðurinnar sem er þessi Þórleifur Feykir, Þórleifur Feykir. Ég held að þessi bróðurinnar, ég er ekki viss. Hann var feiki góður. Hann var feiki góður. En þannig að það eru efnilega, sko. En hún var hann rosalega seig. Daman. Þú veist, mér varst hún verið að púla góð scrambles í gólfinu og svona. Það er hægt að sjá þetta allt á MMA-fréttir YouTube-inu. Þar er bara að var streymt frá deginum, sko. Hljóðið er pínulegilegt, en þú veist. Man sér þess að fætt allavega. Já, en þið sjá að það er horfa á fætana og út af mismyndi sjónlóðum, þannig að þetta er aldrei úr mynd. Þannig að það var mjög gaman. Styrktaþjálfarinn okkar, Níko styrktaþjálfarinn sem með mig og Bigga í smá programmi. Hann var buffaður með þér. Já, hann var buffaður einum 16 ára. Ernst, hann er ekki 16 ára, Aron? Nei, hann er svona 18 ára. Já, það ekki. Hann er svona stór. Aron, já. Það er ekki djók, hann er góður. Hann er góðum pleysið, sko. Hann fekk aldrei að ráða neinu það, sko. Pappans bara, heyrðu, þú ert að fara að vera MMA-fættir. Já, nákvæmlega. Þannig að elsku styrktaþjálfarinn okkar var buffaður. Hvernig gengur hans í Níko-programminu? Ég er bara búin að vera veikur, sko. Þannig að ég er ekkert byrjað, sko. Ég skil. Þannig að þú er með 0 æfingar. Já, ég segi það. Nefnum bara þess að 2 með þér á það. Já, það var náttúrulega æfingar, það var bara kennsla. Já, nefnum. Maður fænir bara svona kennslu þegar maður byrjar með Níko, sko. Þegar maður byrjar hjá Níko. Fær maður smá svona kennslu á svona erfiðustu og tæknilegustu æfingunum. Og svo er maður bara að gera sitt, sko, í gyminu og taka vídeo. En ég, sko, vaknaði morgun upp í rúmi. Ég gat ekki hreyft mig. Og ég er með eitthvað svona furðulega strengi svona á einhverjum nárasvæðum sem ég þekki ekki til. Það er örugglega eftir eitthvað annað. Nei, það er ekki eins og ég hafi verið að gera það í fyrsta skipti. Ef ég held ég veit hvað þú tala um. Fyrsta skipti í langan tíma. Já, ég þarf eitthvað aftur í 40 þetta, sko. En Níko er með svo skemmtilegar æfingar upp á þetta að gera, skilur við, maður svona einhvern veginn, já, bara fullt af einhverjum svona æfingum. Þú var harspurur í sköflungin eftir svona æfingar. Já, nákvæmlega. Ég var í voruklass að gera Níko æfingarna mínar og ég var eins og, ég veit ekki hvað, sko, ég fann að fólk var að horfa á mig. Herru, þú hjólaði þú þvert yfir bæinn bara til eitthvað að pissa í hotnið á gymminu mínu. Hvað var það? Ég var að fara á gróttuleik
Já, Þannig ég hjólaði þvert yfir bæinn, úr grafarholtinu niður í gróttu. Ég held að það væri bara svona að merka þig aðeins í mínu gymmi. Já, ég gerði það Svo svona. að fara í gymmið að spika og Já. sína hver á þetta gym. Fyndi sko, allir á nesunu finnast þeir eiga gymmið. Já, það. Svo fekk ég fleiri skilabæður, hvað ert þú bara í gymminu mínu? Hver sagði það? Hafdís Huld til dæmis. Að það er alltaf að senda maður skilabóð svona, hvað ert að gera? We're stepping on my turf. Já, ég veit. En sko, þetta hjólalíf sko, þetta er alveg, þetta er geggja næs, en á samanskapi, maður er hjólandi endalaust þvert yfir bæinn. Sko. Ég geti aldrei verið án bíls í Reykjavík. Nei. Ég geti ekki. Þetta er svona rétt svo hægt á sumrin sko, ef þú ert alveg í klukkutíma kannski að hjóla út á nes, svo maður bara, Ég gerði þetta einhvern tímann fyrir nokkrum árum, þá ákvað ég að prófa bara að taka viku í strætó. Það var fucking viðbjóður. Viðbjóður. Ég held ég hafi ekki eins og klára vikuna, sko. Nei, þetta er viðbjóður. Þess vegna er ég á hjóli, því ég vil ekki gefa strætó pening. Ég var ekki að sækja stráki minn í leikskóla, 2 strætó, og hann bara ógeðslega lengi að því, þú veist, 2 strætór í báðar leiðir, Þannig ég var bara, fuck this shit, sko, ég verði að vera með bíl. Já, þetta er Reykjavík bílaborg, sama hvað fólk segir. En Interklubið geggjað, með respekt á strákana í Reykjavík fyrir að halda þetta. Já, og hann Emil, var hann flottur, Emil Valencia. Já. Hann tók 3 bardaga Já. og bara vann á alla, ég man ekki hvort hann hafi, það var ekkert alltaf sigurvegari, en hann var bara vann hverja einstu mínútu sem hann keppti þarna, sko. Já. Og endaði þetta í síðasta bardaganum á beinu fótalás og geggjað. Gegn Emerson. Já. Virkilega töff. Þannig að ég mæli með að fólk sé með puður á púlsinum og hvernig næsta Interklub er. Þannig að þetta er algjör veisla. Interklub er algjör veisla og bara gaman líka bara fyrir, þetta er svona fyrir hvert sem er. Þú getur verið að klára grunnnámskeið og er bara, skafum bara í level 1 í Interklubinu og tjekka á því hvort þið finnst gaman að berast og fara í gegnum stressið og vera með krát. Þetta er náttúrulega basically bara sparr, fattur við. Já. Þetta er bara, menn er ekkert að fara neitt hart í það. Þannig að þetta er bara góð æfing, það er ekkert, þú ert ekkert að fara að lamin eitthvað verð þarna heldur en í bara venjulegu sparri. Nei, einmitt, en fullkominn tækifæri að vera með krát í kringum þig og smá æsing og svona. En þetta var fyrst skipti sem að kickbox völlurinn endist lengur heldur en MMA hlutin. Já, einmitt. Þannig að menn var ennþá að kickboxast. Einmitt. Það var nú fyrir... Var einhverju ósáttir að við hefðum ekkert verið að lýsa kickboxinu? Já. Við hefðum bara valið MMA. Já, en þannig að þetta rekorda og kannski streyma frá kickbox völlunum næst. Þannig að það er nú ekkert mál. En kannski annað sjáta á hann Heiður okkar sem að slasaði sig illa í kickboxinu. Já, bara beint í nefn. Já, beint í nebbakútin og blóð út og bólgur og svona. Já. Ég get alveg ímyndið mér sko, að þú færð högg beint á hnið, á nefið, beint í nefið og færð svona bólgin nef og þú svona, er ég brotin eða eitthvað? Nei, ég er bara bólgin. Svo legur bólganur svona niður augun og svona. Þannig að maður breytir sig í svona smá pöndu. Það var nú ekkert að sjá honum að kvöldu. Nei, vonandi vestnar það eins. Það var ekki eins og Kolli. Nei, Kolli var alltaf það var einn sætast í pandabjörn sem ég hef séð lengi. Ætla hann séð hann ennþá eða? Herri, það kemur í ljós á morgun. Já, kemur í ljós á morgun. Já, Kolli kemur í þáttuna á morgun og við tökum upp auka þátt. Nákvæmlega. Eftir danstíma minn. Já, nákvæmlega. Snýst allt í kringum en að dansja þér núna. Já, það er ekki að fresta hann inn og færa neitt af því ég er alltaf að dansa. Það við séum náttúrulega sko, svo fallett sumarkvöld í gangi akkurat núna með við tökum upp en þátt sko. Já. Það er eiginlega synd að sitja hérna inni sko. Nei, hvað er það að segja? Það getur verið bara að grilla með fjölunni og bara silungur á grillið og kósi bjór, sól og eitthvað. Ói bara. Ói, ég get ekki ímyndið með neitt verra en að grilla með fjölskyldunni úti í íslensku sumri. Hvað er næst? Kynlíf með konu? Nei, við veitum að þú vilt hafa gaurana með þér. Ég er bara, já, please, þessi strákar alveg geggjaðir, sko. Ég er góðan fætar. Þið er jiu-jitsu strákanir, sko. Já, einmitt. Allt annað líf. Herru, áður en fólk fer að trúa mér, það var aðeins að fara að vinda okkur yfir í UFC næstu helgi. Það er gott sem í Atlanta. Atlanta, Georgia. Þetta er sko, Buckley, er hann ekki Georgian? Ég held að hann sé heimamaður sko, þetta er svolítið svona búið til í kringum hann held ég. Já.
sem náttúrulega bara verið að hæpa núna upp og hann á leiðinni bara í title shot held ég sko. Já, hann going places. Þú veist, hann að fara að smóka Usman sko, ég trú ekki öðru. Nei, já, sko, ég ætla að mynda að segja, sko, ég nenni valla að ræða þetta, sko, af því að þetta bara ekkert sem að Usman á séns í. Nei, heyrðu, fyrirgefðu, hérna, Buckley frá Missouri, St. Louis, Missouri. Já. Þannig, en þú veist, já, hann hljómar svona eins og George. Hann með eitthvað svona hreim, það ekki? Já, ég bara veit ekki hvernig... Ég held að sé einhvers það nálægt, sko. Ég veit ekki hvernig fólk frá Georgia hljómar. Já, ég ætla ekki að reyna að leika eftir, en það er svona smá spes. En hann kom með svona... Nei. Eins og vel og getur. Nei. Jú. Nei, enga veginn, sko. Já. Hlustundu geta glemt þessu, sko. Herru, ég kíkti aðeins inn á Coolbet. Það er 1.39 á Buckley með 3.15 Usman. Já, er það ekki svona nokkuð lýsandi fyrir þannig? Jú, ef ég hefði gert það sjálfur þá hefði verið eitthvað mjög svipað því, sko. Já, það bóldi í 84% spá Buckley sigri. Og sko, ég held að bara Usman sé bara líkamlega svo ónýttur. Og þetta er bara 100% svona matchup þar sem að yngri kynslóðin er komin til að hrifsa allt af þeim sem að eldri er. Þannig að hvað er Usman orðin gamall? Hann er 38. Já, bara gleymd þessu. En samt sko, hérna, þetta eru 5 lótur vandalega. Já. Ég get alveg ímynda mér að þú veist, 4. og 5. lótan eru eitthvað sem að Usman, þú veist, hann hefur reynsluna af svona löngum barndöfum. Gæti, fattur ég. Og næra veður einhvern storm og kannski, þú veist, vinna 3. lótu og svo hérna, klára championship lótunar, fattur ég. Gæti alveg gæst, en ég sé fyrir mér samt bara að Buckley nokkan út, sko. Já. Ég er svolítið hræddur það, sko. Já. 3. lóti finish, bara... önnur lóta kannski, eða eitthvað. Sko, við erum bara, ég veit ekki hvað er langt sem við tölum að Usman væri með ónýtt nýja. Þannig að það er að lítið felliskot og svona. Og bara takmörkur hreyfigeta og það er bara margt í þessu. Það sem ég bara, ég líst ekki á þetta, sko. Nei. Hann var svo dominant champion þarna í nokkur ár. Já. En já, hann er kannski ekki sami, en þú veist, ég meina, hann mætti Hamzat og þá var maður bara eitthvað, ef það væri 2 lótur í viðbót, þú veist, þá væri hann bara að fara að taka Hamzat, þú veist. Já. Þannig að ég veit ekki, ég vil ekki alveg afskrifa hann, sko, hann er náttúrulega bara, þú veist, hann er a champion. Já, for a reason. Gæti alveg strítt Buckley, sko. Já. Þetta er allan svona smá testur í Buckley, en ég held að Buckley, hann taki það, hann á að gera það. Og ef hann ætlar að fara allavega á toppinn, sko, þú veist, á þetta með stund. Sammála. En ég ætla líka að minna á að þátturinn er, já, í boði M-Fitness, einnig, íþróttafatnaður lóð og jógavörur, Stórhöfða 15 og Tryggvabraut Akureyri. Það var að byrja netútsala hjá þeim bara fyrir stuttu, þannig að þú getur fundið alltaf 40% afslátt af mjög fínum íþróttafatnaði. Svo er það myrkvörn gluggatjöld á Smiðjuveinum, Fjarstís Njallgluggatjöld og myrkvörntjöld sem geta lokað alla birtu, mjög fínt svona yfir sumartíman. Það er Bjarni hjá Myrkvörn veitir ykkur frábæra þjónustu og hjálpar ykkur finna tjöldin sem að henta fyrir þig og þitt fyrirtæki. Endilega kíkja hann á myrkvörn.is. Svo er það ást okkar á Indi, það er prepparinn Magnús Bar, auðvitaðleginn til að borða holt when in doubt í terska skálinn. Bara kjúklingar og sæðar. Þetta er allt gott. Þú skellur að loka í dag á öðrum í Gutterssoni maður. Já, tjóðsveginn. En prepparinn er búin að vera duglegur að styðja við bakið á okkur og kolla og stákun sem koma og fljúa utan og spara við kolla. Það er prepparinn alltaf bara haldandi þeim gangandi, sko. Sem er bara mjög geggjað, sko. En það er svona, þetta er allt í lagi kart, sko. Þetta er nefnilega frekar gott kart, sko. Þetta er frekar gott, sko. Cody Garbrandt snýr tilbaka, mætir Rayoni Barcelos. Þekki hann kannski ekki alveg nóg mikið á hans sem menn í fylgjum sko. Og hérna Michael Chiesa er á kartinu gegn Court McKee og svona bara koma inn í event of the evening er Rose Namajunas á móti Miranda Maverick. Já, það er skemmtilegt. Já, ég verði að segja að með svona líklegt að Rose taki Maverick sem er ekki alveg ná að svona lifa undir hæpið sem að Já, ég held að Rose vinni þetta, sko. Já, þú veist, Miranda Maverick tapa fyrir Jasmine Jastovicius 2003 þegar Jastovicius var ennþá svona, er hún góð eða ekki? Þess að hún geggjur í dag, en hún hefur aldrei náð einhverjum árangri gegn einhverjum sem er, þú veist, top tier. Nei, þetta er að klálaðast þessa testinu, sko. Já. En hún er samt, þú veist, hún er fucking sterk og það er kraftur í henni, en ég held bara Rose,
þú veist, hún var bara eftir að vera á hreyfingu og ná að kýlana statustöðut í gegnum allan að bardaga, sko, og ég held bara svona þú veist, ég held að Maverick sé ekki með eitthvað svona nýtt sem að Rose hefur ekki séð áður, sko. Ég held að þetta ætti að vera þægilegu bardaga fyrir hann, sko. Já, 100%. Ég alveg bara ógeðslega sammála. En annars hefur Maverick alveg verið flott og þú veist, maður hefur alveg, en ég held að Rose sé á stórbiti. Já, ég sammála. Gæti verið að Kartman G sé hundur vikunar. Já, samkvæmt Coolbet er 1.31 á Michael Chiesa, 3.65 á Kartman G. Já, mér finnst það alveg skrítið, sko. Er það ekki? Jú. Ég get alveg trú að Kartman G vinna hann bardaga, sko. Já. Sérstaklega round one finish síðasta bardaga. Móti Tim Dirty Bird, sko, reyndar engin svakalegur gæði, sko. Nei. En Michael Chiesa er svona... Ég myndi bara segja 50-50, Kartman G er fucking skepna, sko. Já. Þú veist, reyndar finnst, já, þú veist, hann getur verið það, en mér finnst líka bara, þú veist, Chiesa, The Maverick, er svolítið svona, mér finnst hann svolítið búinn, sko. Ég, veit ekki alveg, ég skil ekki alveg þessi stuðla, sko. Annars, já, ég útnefna hann sem svona, já, hann er svona hundur vikunar. Já, ég held að getur bara verið jafnbardaði, sko. Ég skil samt alveg að Chiesa sem séu strónglegur, sko, en ég, já, þetta verður örugglega bara skemmtileg fætt, sko. Já, manstu hvernig það byrjar? Sjá. Þeir segja 7 p.m. Eastern. Ok, það er eitthvað. Það er 23. Já, main card. Þannig að þetta er mjög seint fyrir fight night, sko. Já. Maður tekur þetta þægilega á þessum deginum. Já, mögulega. En það er nefnilega fights á þessu karti, sko. Malcolm Wellmaker, hann tók short notice fight og mætir Chris Moutinho, gæðinum sem var lamin í klessa af Sean O'Malley. Maður sé ekki bara sem Sean O'Malley lendi bara að sló okkur með hvað hann lendi mörgum höggum á hann, sko. Já. Bara einhver algjör zombie þessi gæði með græna hárið. Já, einmitt. Þannig að hann mætir Malcolm Wellmaker sem er bara nýr ógeðslega spennandi gæði. Ég held að Wellmaker bara rótan. Hann er búinn að núna, þú veist, tók Cameron Simon í debutinu sínu, tók Adam Bramhald í Contender Series, þannig að þú veist, þetta er fucking alvöru gæi, hann er núna 9-0 sem pro. Já. Bara, já, einn af þeim sem ég er mest spenntið fyrir á svona glænýjum gaurum, sko. Svo er Angelusa, Aron Leo, þetta var aðalsparfélagi Arons Leo út í Kickliff. Þannig að hann er að fara að mæta Phil Rowe, þetta er örugglega skemmtilegu bardaði, þetta er bara annar bardaðinn á kartinu, sko. Ég ætla að spá Angelusa sigri, fyrst að hann er bara spara svona mikið við íslenska vikingin Aron Leo. Þannig að ég svona ég sé ekki hvernig hann var að geta tapað þessu. En það eru fleiri skemmtilegir. Ricky Simon á móti Charles Jourdain, það er fucking skemmtilegur bardaði. Cody Durden sem er miklu uppáldi á mér, hann er að berjast þarna. Hann sé smá underdog á móti Jose Ochoa. Og svo er Alonso Menifield móti Umar Sy. Umar Sy er þessi ósigraði bara búið með 2 UFC reyndar. Móti Alonso Menifield sem að hefur nokkuð aðeins mistið sig undanfarið, sko. Var með 2 töp í röð en vann svo Julius Volker í síðasta, sko. En sem veitum að er samt skemmtilegur, sko. En það geti verið bengar, sko. Það er svona eitt og annað. Það er eitt og annað og Edman Sebastian auðvitað. Hann fyrir móti Andrei Petroski. Sebastian er náttúrulega bara, það er eitthvað mjög spes við hennar gæja, sko. Mjög skemmtilegur. Þannig að já, bara fullt af börnum sem ég hlakka til. Mér finnst þetta eiginlega bara alveg jafn gott kart og 316, þó þetta sé ekki eitthvað pay-per-view, sko. Já, ég ætla að vera hjartanlega ósamlegaður þar. En það er bara ég. En mér er svona mikið af bara svona semigóðum barðum hana. Ég veit að það er ekki eitthvað svona meira Sean O'Malley, eitthvað risa fights á þessu karti, en svona, þú veist, það eru þetta er einhverju 12-13 bardagar og alveg 8-9 af þeim eru eitthvað sem er spennandi, sko. Og meðan að, þú veist, það voru kannski prílinsbardagar og 316 sem var ekkert eitthvað fyrstu 2 bardagarnir, ég nefndi ekki eins og að tjekka hvað er í gangi þar, sko. Fattur þau? Nei, ég skilji. Herru, ég ætla bara að slá bátinn í það. Við höfum þetta stutt á laggótt í dag þegar við fáum kolla á morgun. WPF heimsmeistarinn Kolbeinn Kristinsson er gestur vikunar og hann kemur með stokkbólgin augu til okkar á morgun og við tökum aukaþátt sem kemur þá vantilega bara út á miðvikudeginum eða þar bil. Þannig að við minnum bara alla á að fylgjast með og
taka spjallið við Kolla. En það er eitt í viðbót Já. sem við verðum að minnast á. Já. Valgerður keppti helgina. Já, ég var stengið Hún tók bara eitthvað, þú veist, hún er náttúrulega úti að æfa með einhverjum klúbb sem hún er búin að gera samningu við út í Englandi. Já. Hún tók bara eitthvað super short notice fight. Já, einn dag. Já, hún fór hana og það var eitthvað vómikið vesen, sko, eitthvað ógæslegt hótel og þetta fyrst skiptum hótel og það var bara eitthvað algjört klúður, veist, bara allir dagurinn, sko. Og hún tapaði barðanum. Hún stoppuð. Já, hún stoppuð. Já. Þannig að, þetta var bara einhvern veginn allt í hennu komið upp. Já, bara, allt í hennu komið fætt. Já. Þannig að það var einhvern veginn engin póster og ég var ekki varun eitt stream. Nei, held ekki, sko. Nei, þannig að þetta er svona barndans sem slapp. Líka kannski, þurfum ekki að elda. Ég held að það hafa bara verið svona, þú veist, bara hún að halda sér aktífri og þú veist. Já, ég verð nú að segja, ég hefði nú betur sleppt þessu, sko. Já, ég er svo sammála, sko. Af hverju að segja já við einhvern barnda á einstaks fyrirvara sem er svo bara gett mikið vesen og þú veist, ömulegt hótel og veist hvað. Bara fengið smá pening, það þarf á peningum að halda. Já, ég hefði betur sleppt þessu. Já, kannski. Það er mitt take. Kannski ekki minnsalast tekið, en það er mitt take. En hún er kannski, þú veist, eins og fyrir Kolla, þú veist, það skipta mjög miklu máli ef Kolli myndi taka einhvern svona barnda á tapunum. Fyrir hana, þú veist, þetta er kannski ekki alveg einn stað sem hún er í. Fattur, hún þarf ekki að passa svona svakalega upp á rekordið sitt. Kannski allt í lagi að fá að fæta fínan pening og aldrei eftir góða æfing. Hún hafa fengið góðan tjekka. Hún það. Kolli sendi mig skilabóð á hann fekk tilbúðan barða eftir 19 daga og sagði nei. En við vitum alveg að Kolli ætla ekki að berjast fyrir september og október. Hvar var þessi? Ég kannski bara leyfi Kolla að en það var í Bretlandi. En ég kannski bara leyfi Kolla að tala um þetta og kannski bara yfirheyrum hann öll tilbúin sem hann er búin að fá. Já, nákvæmlega. Og allt sem er búin að gerast. Já, allt þetta Bad Children drast sem hann er alltaf að tísa. Já. Spill the beans. Já, nákvæmlega. Hann áttur að segja einhverja góða sögur hérna. Já, jú, vonum það. Herru, ég bara þakka öllum fyrir að hlusta. Við sjáumst aftur, seinna í vikunni, á morgun eða hinn. Og svo aftur eftir viku. Þá gerum við upp Iceboxið og gerum upp yfirsíð og hittum. Þú finnur því, ég verð ekki hér. Já, það er rétt. Voru ekki komið einhvern gest? Nei, ok. Ég held að voru komið með einhvern eftir eitthvað stórt nafn hann eftir Iceboxið. Já, það var, meinar, ok. Var það ekki staðfest það? Það var ekki staðfest, en við getum nelta. Ok, ég ætla að búið til einhvern geggjan þátt eftir Icebox. Ok. Geðveikt. Herru, takk fyrir að hlusta og við